Já, herðu, við ætlum að slá á þráðinn alrættið Sómalíu. Þar Helen Ólafsdóttir, öryggis sérfræðingur sem oft hefur komið hingað að rauðaborðinu. Blessuð Helen. Sæll og blessaður. Já, það ekki oft sem að við erum að tala við fólk í Sómalíu, en ég verði eiginlega að byrja á því að spyrja hvað þetta gerir í Sómalíu. Já, ég ráðgjafi hérna fyrir eina stofnun af Sameinuðu þjóðunum og ég að reyna að hjálpa stjórnvöldum. Nú ég sérst á stað sem heitir Baidoa sem í suðvesturríki í Sómalíu og svona í miðjunni á Sómalíu og þar erum við að horfa á hvernig við getum farið bara hreinlega inn með bjargir fyrir fólk og á svæðum sem hafa verið áður undir Al-Shabaab eru ekki lengur undir svæðum Al-Shabaab sem eru svona þessir violent extremism, ég veit ekki hvað ég að kalla það og þetta eru svona hryðjuverkasamtök sem stjórna hér stórum svæðum. Hér eru sem sagt bæir og sem hafa verið undir þeirra stjórn jafnvel kannski einhver 10-20 ár en eru núna sem sagt undir ríkisstjórninni. Ég að reyna að hjálpa þeim að koma inn með fleiri bjargir vegna þess að svona verður ekki unnið með sem sagt hervaldi heldur verður að ná til fólksins með því að gefa þeim almennilega þjónustu og byggja upp frið með því að fólki hafi einhverja rödd í sínu samfélagi sem sagt eftir að Al-Shabaab hefur verið ýtt út úr þessum svæðum. Þetta stórt verkefni, þetta eru gríðarlega mörg svæði sem að ræða, þannig að við erum svona að fara eftir bara, þetta alveg óbúslega erfitt vegna þess að það náttúrulega ekki mikill peningur inn í Sómalíu. Þannig að hvað gerir samfélag sem á raun ekki mikinn pening til þess að þjónusta fólki sitt en einhvern veginn verður nú samt að finna lausn á þessu svo fólk fái vatn og geti veitt sér einhverja lífsbjörg og hér líka hamfarahlýnun og hræðilegar ástæður þess þannig að það ekki bara terrorismi. Þetta eitt erfiðasta samhengi sem ég hef unnið í allt mitt líf þannig að nóg eru áskorunarnar skulum segja. Það fátækt og það hamfarahlýnun og svo Sómalía eins konar fallen state eins og settu verið, þannig lögleysa sem að ríkir í stórum svæðum og ekkert öryggi fyrir íbúana. Akkurat og þetta ég búin að vera að koma hérna síðan 2013 þannig að ég þekki orðið vel til og unni mjög náið með stjórnvöldum hérna í mörg ár en það einhvern veginn svo að það bara, þetta hringrás og það hefur einhvern veginn, það hefur verið alltaf mikil, linsan hefur verið alltaf herlæg og ég held að fólk sé að átta sig á því að þetta vinnst ekki með hervaldi, þetta vinnst með því að ná til fólksins og gefa því einhverja möguleika þannig að það sjái og vilji tilheyra frekar þá samfélaginu sem tilheyra stjórnvöldum frekar en kannski undir Al-Shabaab sem að reyni stjórna með ógnarstjórn og ekki mikil tækifæri í því samfélagi, hvað sem það menntun eða nokkuð annað þannig að þetta fólk sem hefur lifað vel við hryllilegar aðstæður en það gengur rosalega erfiðlega að koma til fólksins bara almennri þjónustu og svo alltaf yfirvofandi öðru hverju hungursneyð og það eru flóð og það eru þurrkar þannig að þetta og það nýta náttúrulega þessir öfgamenn, þeir nýta sér svoleiðis aðstæður. Þeir sækja fram, það er alltaf von. Þeir sækja fram þegar það hungursneyð eða þegar það einhver vá fyrir dyrum og þá sækja þau fram. Ég gera það, já. Svo bara alls konar aðrir þættir. Þetta náttúrulega eins og fólk veit, þá Sómalía á mjög strategískum stað. Hvað var það landfræðilega náttúrulega við Rauðahafið og það muna flestir kannski eftir margir tengja Sómalíu við sjóræningja. Og það eitthvað sem að hér var til dæmis fyrir löngu síðan var mjög sentralist svona stjórnvöld svo bara búin að vera lögleysa hér alveg þangað til 2013, 14, 15 og það enn langt í land, skulum segja það bara. Það enn stór svæði sem að heyra undir Al-Shabaab og svo eru ýmis átök í kringum auðlindir, vatn sérstaklega og svo bara þetta fullt af nágrunum með allskyns svona, við skulum segja, það eru margir nágrannar hér, það eru alls konar aðilar, hvað sem það Tyrkir eru hér, Eþíópía hér, við erum með UAE, Sameinuðu Arabafurstadæmin eru hérna, Katar eru hérna, Kínverjar eru hérna, Bandaríkjamenn eru hérna, hér eru allir.
Herðu, ég ætlaði að ræða við þig kannski svona Ísrael, en tilefni var eiginlega að Ursula von der Leyen, formaður framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, á leiðinni til Íslands og það hafa verið mótmæli. Hvert stjórnvöld Íslandi til að taka ekki á mótinni út af afstöðu hennar sérstaklega og Evrópusambandsins til Gaza. Hvað getur þú útskýrt fyrir mér hver raunverulega afstaða Evrópusambandsins og Ursulu til þjóðarmorðsins á Gaza? Já, þetta óheppilegu tími að vera að bjóða þessari ágætu konu heim til Íslands. Ég skil hvernig kannski flokkur í ríkisstjórn sem með það á sínu agenda að starta viðræður við Evrópusambandið. Ég skil alveg að það sé eitthvað svona hafi legið á bakvið það að fá hann í heimsókn og styrkja, og það kom nú einhver yfirlýsing sem ég sem reyndar verið að leita af en ekki fundi núna. Það sem var einhvern veginn sagt að Ísland myndi taka upp meira að samræma sína utanríkisstefnu með Evrópusambandinu, síðan ég hef bara hefur þetta horfið, ég finn þetta ekki lengur, en mér sýndist líka ráðherra síðan segja í hvað sem var í Morgunblaðinu eitthvað, nei, við værum nú ekki að fara, við værum með okkar eigin utanríkisstefnu. En þarna henni boðið til Íslands og það held ég, þeir sem eru virkilega að fylgjast með ástandinu í Ísrael og svo í Palestínu og eru búin að fá algjörlega upp í kok af aðgerðaleysi bæði Evrópusambandsins, og ég tala ekki bara Bandaríkin náttúrulega bara með sig. Þau eru bara með í þessu og eru að reka þetta þjóðarmorð. Þannig að Evrópusambandið sem byggir á alveg svona grundvallar bara prinsipum í kringum mannréttindi. Það sem hefur gerst með von der Leyen það að hún þegar að 7. október eftir að það gerist, þá fer hún strax niður til Ísraels. Og það gerðu það reyndar mjög margir þjóðhöfðingjar á þessum tíma eða representantar frá einhverjum ríkisstjórnum, meðal annars utanríkisráðherra Bretlands og fleiri sem flugu strax til Ísrael til þess að lýsa yfir stuðningi við Ísrael. En hún gerir þetta og við sem höfum fylgst með þessu hernámi í kannski einhverju áratugi, við vissum það fyrirfram að þessi skilyrðislausi stuðningur við Ísrael myndi hreinlega gefa þeim bara þetta græna carte blanche til þess að fara með offórsi inn á Gaza, vegna þess að þeir voru náttúrulega búnir að sprengja Gaza í nokkur skipti áður með hryllilegum afleiðingum. Þannig að það svo mikið þannig að þess að hlaupa til og ég held að allir hafi orðið svolítið sem, eins og ég segi, sem fylgjast með þessu og hafa samúð með Palestínu og vilja þetta hernám að það sé afnumið, að horfa á hvern leiðtogn á fætur öðrum, hlaupa upp til hand og fóta með stórkostlegar yfirlýsingar, þegar við hin sem erum búin að, eins og ég segi, fylgjast með þessu í mörg ár, vitum alveg að Hamas verður til út af hernáminu. Og maður er svolítið þreyttur á þessu bara styður Hamas. Ég styð ekki Hamas frekar en ég styð Hezbollah, frekar en ég styð Talibana. En ég skil alveg ástæður fyrir því af hverju til dæmis Al-Shabaab til hérna. Ég skil ástæðuna fyrir því að Hamas verður til og af hverju þeir hreinlega vinna kosningarnar. Þetta undan hernáminu runnið og þess vegna finnst mér svo mikilvægt að 7. október var hryllilegur og það sem að verður að taka fram það að Hamas fremur ákveðin stríðsglæpi þegar þeir drepa saklausa borgara. En faktist, og þetta er nefnilega maður verður, annarkvort hefur maður áhuga á alþjóðalögum eða maður bara í kreddunni. Og alþjóðalögin nefnilega segja að Palestínumenn inn á Gaza sem eru undir hernámi hafa lagalega séð fullkomin rétt á því að rísa upp og berjast gegn hernáminu. Þannig að þeir í rauninni, samkvæmt alþjóðalögum fyndin mega ráðast á ísraelska herinn sem partur af þeirra til þess að berjast gegn hernáminu. En leiðu þeir náttúrulega
drápu óbreytta borgara, þá það stríðsglæpur. En að ætla að slíta þetta úr samhengi við einhverja 70+ ára hryllingssögu, þar sem hafa verið Ísrael hafa orðið völdur af fjöldamorðum, oftar en einu sinni, við erum að tala fjöldamorð, bara ekki 1948, bara þá. Það var náttúrulega 700.000 mann sem var rekið út. Nei, það búið að vera alls konar og líka inn í Líbanon. Þannig að þú veist, við sem horfum upp á þessa vondilægin, fljúga til dæmis niður og lýsa yfir þessum eindregnu stuðningi, og ég held líka, þegar ég hugsa tilbaka, vegna þess að stjórnvöld í Ísrael voru rosalega fljót að gefa út mjög dramatískar yfirlýsingar, sem að Evrópuleiðtogar og þeir sem voru að afsaka það vildi einhvern veginn, þú veist, þeim náttúrulega langt undir niðri og þeir eru ekkert að meina þetta, en Guð minn almáttur, hvurslags einfeldningar eru þetta? Ísraelsmenn sögðu nákvæmlega hvað þeir ætla að gera. Þeir sögðust ætla að loka fyrir allt vatn, það engum matleiftin, allir á Gaza væru sem sagt í Hamas, væri engin saklaus inn á Hamas, ekki einu sinni börn, og þeir sögðust ráðherra ríkisstjórnar Netanyahu sögðust ætla að bara flæma alla út og taka yfir Gaza. Þetta var ljóst frá upphafi, og þegar maður horfir upp á leiðtogana með þessar yfirlýsingar, skilyrðislausar yfirlýsingar stuðning, þessar skilyrðislausan stuðning, þá óbeðið manni, vegna þess að við hinn vorum að setja þetta náttúrulega í kontekst. Já, og vandarlegin hljópi upp, en það sem var kannski krítikin á hana það, hver hún? Þú veist, hún framkvæmdastjóri Evrópusambandsins, en hún hefði í rauninni, utanríkisstefnan ekkert eitthvað prívat mál framkvæmdastjóra Evrópusambandsins. Utanríkismál eitthvað sem að löndin þurfa að koma sér saman og enda fékk hún mjög og hefur verið gagnrýnd af sérstaklega Spáni og ég held líka Írlandi og gott að það var ekki Slóveníu, en svo við tölum nú ekki Evrópuþingi, þeir sem fylgjast með Evrópuþinginu, það rosalega, hún var rétt að því að standa af sér vantrauststillögu bara núna nýlega. Þetta kona sem við bjóða í heimsókn núna. Sú tillaga var ekki þetta mál, hún var eitthvað annað eða ekki. Já, en það bara sýnir það að vald hennar fer þverrandi og þeir sem fylgjast með Evrópuráðinu, þeir sjá hvaða eru fleiri og fleiri þingmenn farnir að taka undir það að það verða að fara að gera eitthvað á Gaza. Hún rekur stefnuna og virðist reka stefnuna og hennar stuðningur við Ísrael, hann kannski kemur út frá hennar þjóðerni, en þú veist, þetta er búið að vera, manni hefur ofboðið tvískinnungurinn vegna þess að fólk horfir síðan upp á hvernig hún beiti sér í stríðinu, innrás Rússa inn í Úkraínu. Það það sem manni finnst ógeðfeldast í þessu, tvískinnungurinn. Og það ekki bara Evrópusambandið, það mætti gagnrýna Evrópusambandið fyrir að hafa ekki brugðist við þjóðarmorðinu á Gaza og þennan tvískinning sem þú ert að nefna, en þá sérstaklega við hana því að það voru fleiri sem voru með sambærilegar yfirlýsingar þarna í október fyrir 2 árum eða ekki, að Ísraelsmenn hefðu rétt á því að verja sig og bæri skylda til þess, það sögðu allir, en síðan hafa margir á Vesturlöndum svona snúist að einhver leyti hugur frammi fyrir þessum óhugnaði sem á sér stað. Það reynda nær ekki upp í æðstu völd í ríkjunum, en samt má heyra tóni á Írum og Spánverjum og fleiri ríkjum, en það ekkert að sjá á Úrsulu von der Leyen að hún sé eitthvað að gefa eftir í stuðningu sínum við Ísrael. Nei, því hún kemur út eftir að það algjörlega ljóst hvernig ástandið og þetta orðið mál fyrir alþjóðadómstólnum sem mögulegt þjóðarmorð. Það búið að gefa út bráðabirgðaúrskurð hjá alþjóðadómstólnum sem ætti að skilyrða ekki bara Evrópusambandið heldur öll lönd sem við erum partur af Sameinuðu þjóðunum, Ísland partur af Sameinuðu þjóðunum. Alþjóðadómstóllinn hefur gefið okkur ýmis ordrur það, til dæmis þeir eru búin að segja það að þetta hernám náttúrulega kolóðulegt og því fylgja ýmsar skyldur sem að við í rauninni erum ekki heldur að gera neitt í. Við erum ennþá með ísraelsk fyrirtæki, til dæmis sem eru versland á Íslandi, sem tengjast inn í hernámið. Og það samkvæmt úrskurði alþjóðadómstólsins ætti ekki að eiga sér stað. Þannig að Evrópuríkin eru að fara á sveig mjög víða vegna þess að öll tólin eru til staðar til þess að setja á Ísrael viðskiptaþinginu, það ekki spurning. Og þegar hún fer síðan inn aftur
og endurtekur þessa skilyrðislausu afstöðu, stuðningsyfirlýsingu einmitt að þeir hafi sko rétt á að verja sig þegar þeir eru búin að drepa 50.000 manns og sko það vofir hérna hungursneyð yfir Gaza. Hvað, þú veist, þetta er svo klikkað, þú veist, og manni líður bara eins og þessi gaslýsing, skilurðu, frá evrópskum leiðtogum, mörgum hverjum, að einhvern veginn að láta eins og það sé bara ekki þjóðarmorð í gangi. Við erum að tala um það að þetta er ekki lengur debatt. Þeir sem fylgjast með Francesco Albanese sem sérstakur skýrslahöfundur Sameinuðu þjóðanna sem að Bandaríkjamenn eru meira sem búin að hugsa þér. Þú veist, hérna er manneskja sem hún er bara að tala alþjóðalög og það er búið að setja það er búið að setja embargo á hana hérna í Bandaríkjunum. En sko, þetta er bara það búið að snúa öll á hvolf. Þetta er alveg eins í Breitlandi þar sem ég eyði mestum tíma mínum. Þar erum við að tala um það að það er verið að handtaka þú veist, fólk á níræðisaldri af því að það er að mótmæla þjóðarmorði af því það segist standa með Palestine Action sem eru aðgerðarsamtök en eru náttúrulega búið að segja sem séu bara terroristasamtök og það ekki. En aftur á von der Leyen, það er þessi, þú veist, maður fær bara, þetta er bara hrylli við þessu að það sé í actualt hægt að standa svona rosalega með Úkraínu, réttilega það, en síðan að sko þeir eru búið að myrða þúsundir barna og það er verið að sko, hérna, engin matur og ég veit ekki hvað, þá er hún ennþá einmitt að lýsa yfir þessum stuðningi. Og þá var það reyndar sem að þeir létu margir heyra í sér, einhver hérna, aðildarríki sem að höfnuðu því og sögðu og bentu á að þetta væri ekki hennar jobb að vera með utanríkisstefnu Evrópusambandsins. Þannig að þetta er, já. Þessi stefna hennar er svo hörð að íslensk stjórnvöld sem að vilja kannski ná upp einhverju svona upptakti af því að þau hafa heiti því að hér þjóðaratkvæðagreiðsla hvort að Ísland ætti að sækja Evrópusambandið. Finnst náttúrulega einhver fengur að fá hérna formann framkvæmdastjórnar hingað. Ég held hún ætla að fara til Grindavíkur, kannski gefur hún einhverja yfirlýsingu það að ef Ísland hefði verið í Evrópusambandinu þá hefðu Evrópusambandið komið til stuðnings við hamförunum sem að þar voru. Þannig að hugmyndin er líklega eitthvað slík. En ert þú á því að þessi afstaða von der Leyen gagnvart þjóðarmorðinu sé svo afgerandi og stuðandi að það sé eiginlega ekki hægt að bjóða henni til Íslands út af þessu að með því eru Íslendingar raunverulega að taka undir það hennar afstöðu til þjóðarmorðsins að það sé ekki þjóðarmorðana og ef það er þjóðarmorða þá eigi Ísraelar bara rétt á því að fremja það. Sko, hún er náttúrulega framkvæmdastjóri Evrópusambandsins þannig að hún er náttúrulega flakkandi alla Evrópu sem sá yfirmaður. En sko við þurftum ekkert að vera bjóðinni akkurat núna, eins og ég segi, þetta er náttúrulega pólitísk ákvörðun af bjóðinni og eins og þú segir, þarna liggur að baki eflaust þessi óskhyggja að starta einhverjum samningaviðræðum aftur við Evrópusambandið og fá bæinn frá Evrópusambandinu. Ég skil það, ég bara vildi að þetta hefði verið annar tími vegna þess að við erum að tala um það að þjóðarmorðið núna og vitandi afstöðu hennar, þjóðarmorðið núna á Gaza er sko eiginlega, það er eiginlega komið á ystu nöf og við vitum ekki alveg hvað er að fara að gerast á næstu dögum annað en það annarkvort erum við að fara að horfa upp á 100.000 manns að fara sko að deyja eða þá að það verður inngrip sem er sko svo skelfilegt að eins og ég segi bara svo við förum bara örlítið í það sko að því að þess vegna ég bara undirstrika af hverju erum við svona þú veist pissed off yfir því að það sé verið að bjóða þessari konu að því maður verður að setja þetta í sko kontekst við það sem er að gerast á Gaza. Þeir sem fylgjast með þessu sko hryllingurinn, hann er svo ólýsanlegur að það er engin orð hægt að segja lengur það sem er að gerast þarna. Að þegar að sko einhver bókus hjálpar outfit sem er rekið af einhverjum málaliðum, bandarískum málaliðum eru skjótandi fólk sem er að reyna að ná sér einhvern mat af því það sveltur fólk heilu hungri. Sko við erum að tala um það fullt af fólki sem eru ekki borðað í marga daga. Og það er að leggja líf sitt í hættu þarna til þess að reyna að fá einhvern, þú veist, poka af hveiti, guð minn góður, og hvað, ferðu svo með hveiti og svo þurft að byrja því að fara að búa til brauð. Og svo er ýmislegt að þessu hveiti, þú veist, bara, þú veist, drónýtt og þetta er hryllingur. Og sko, ég persónlega þekki fólk sem er að vinna fyrir UNRWA og ég persónlega þekki fólk sem er að vinna inn á Gaza fyrir aðrar Sameinuðu þjóðastofnanir og það er rosalega erfitt að bara, þú veist, hvað segir maður? Að því við erum að bregðast þeim svo rosalega. Þess vegna finnst mér að bjóða von der Leyen núna akkurat á þessum tímapunkti vegna þess að það er vita mál að ef að
okkar utanríkisráðherra og forsætisráðherra ætla að hafa hana svolítið góða og komast svona inn í eitthvað huggulegt samband með Evrópusambandinu, þannig að hún fari svona að liðka til fyrir þessum viðræðum sem að náttúrulega á dagskrá Viðreisnar. Þá erum við að tala um það að við verðum að sennilega, ef við ætlum ekki að styggja hana, þá hljótum við að verða ekki að taka undir mál Sameinuðu þjóðanna sem að grátbiður aðildarríkin að gera eitthvað. Við verðum þá að selja prinsipin okkar svolítið eins og við gerum með Bandaríkjamönnum. Þegar við tölum það að Bandaríkjamenn séu okkar svona, þegar okkar varnarstóðir eru byggðar á Bandaríkjunum, að við erum vísvitandi ekki að styggja Bandaríkin, en með því erum við líka í raunin að kvitta undir að alþjóðakerfið skipti okkur ekki lengur máli og alþjóðalög skipti ekki lengur máli. Heldur það svo stóri sem ræður. Þannig að mér finnst þetta ömurlegu tími að bjóða henni akkurat á þessum tímapunkti. Hann óheppilegur í alla staði. Ég hefði viljað sjá þessu konu bara fara úr Evrópusambandinu sem æðsti yfirmaðurinnar vegna þess að þetta ekki tækt. Þetta og það bara núna í dag sá ég að þá voru ég held einhver 12 samtök held ég alveg örugglega, en svona frá Ísrael. Mannréttindasamtök frá Ísrael voru að senda Evrópusambandinu erindi, Kallas voru að senda erindi bara að grátbiðja það, að benda á það að Evrópusambandið að brjóta sín eigin lög og undirstoðir mannréttinda í Evrópusambandinu með því að taka ekki á þessu og setja til dæmis þá væntanlega allavega einhverjar aðgerðir gegn Ísrael. Það ekkert búið að gera, hugsaðu þér. Búið að drepa, það enda talað það talað einhverja 50-60.000, en ég meina talan þetta, við erum bara að tala eitthvað fólk sem hefur farist í einhverju rústum. Hvað heldur þessi margir búin að deyja hungri, fá ekki lyfin sín, nýrnasjúklingar, krabbameinssjúklingar, börn, að drepast bara því að fá ekki formúli. Þetta á eftir að vera einhver 200.000 manns og það, ef við tölum bara töluna, miðum þetta við Srebrenica, þetta komið langt yfir það, Þetta er kannski ekki Rúanda sem var 1.000.000, en ég meina, og það náttúrulega búa fleiri í Rúanda, en ég meina, við erum samt að tala að þetta er kannski orðið 10% af þjóðinni sem verður bara drepin. 10%. Þannig að já, maður svolítið svektur yfir þessu, því það oftar að verða rauði dregillinn fyrir konu sem að í rauninu, og ég ætla bara líka að bæta einu við, mann svolítið niður fyrir, að von der Leyen, ég meina, ég get alveg Albanesi, sérstaklega skýrsluhöfundur í málefnum Palestínu fyrir Sameinuðu þjóðirnar, búin að búin að gefa út skýrslu þar sem að hún sýnir nákvæmlega hvaða fyrirtæki eru samsök í þessu þjóðamorði. En ég get alveg sagt þér það að mjög fljótlega, og það er ekki langt í það, að það verður líka farið að halda yfirlit yfir þá leiðtoga, þá þjóðaleiðtoga og þá sem að studdu hreinlega þetta þjóðamorð eða komu í veg fyrir það. Vegna þess að það er þannig að það hefur komið inn á borð til von der Leyen, skilst mér, frekar en Kallas, erindi að endurskoða býtunum við þessar erindi ekki að brjóta á í rauninni gildum Evrópusambandsins og reglum Evrópusambandsins, að þeir eru ennþá sá vantanlega í viðskiptasambandi við Ísrael. Og það var einhvern veginn, því var ýtt undir teppið, Það var ýmislegt þetta að koma í ljós og þeir leiðtogar sem hafa verið helstu klappstýrur Ísraels í þessu, sem eru sérstaklega von der Leyen en líka til dæmis Bretar, að þetta eftir að koma í ljós og þessir leiðtogar munu fá, ég veit ekki hvort þeir fá að svara fyrir því að hag, skilur, en þetta verður ekki gott legacy. Og það sem ég hefði vilja sjá að íslensk stjórnvöld færu bara að vera svolítið, það eru skyldur, við erum í mannréttindaráðinu í Sameinuðu þjóðunum. Það væri bara óbóðslega gott að sjá ráðherrana bara huga að alþjóðalögum, vegna þess að Ísland sem smáríki byggir allt sitt á því að þessi lög, að það sé ekki bara villt af vestri. Byggjum okkar bara tilvist á því að það sé einhver regla í alþjóðakerfinu og einhver lög sem vernda okkur. Þannig að það Sökin þeir sem eru náttúrulega að fremja þjóðamorðið, þeir sem að styðja það, og síðan líka sök þeirra sem að gerðu ekki allt í þeirra valdi til að koma í veg fyrir það. Og þögnir sama á samþykki. Já. Það nú bara málið,
Þú varst að tala á þann að því að þú hefur starfað á átaka og hungursvæðum og hörmungarsvæðum og þú varst að tala að þarna væri fólk sem hefði ekki borðað í marga daga. Ég var að velta fyrir mér þegar þú horfir á umræðuna sem á sér stað kannski á Vesturlöndum. Finnst þér svona umræðan ástandið á Gaza vera einhver leyti svona léttvæg eins og að í fréttum þaðan eða umfjöllum þaðan að þá liggi ekki raunverulega svona frammi þær hörmungar sem að fólki þarna að líða. Hver raunverulega lífsháskin sem þarna vofiru fólki og geti bara fjöldi fólks dáið í nótt og á morgun og hinn. Finnst þér að vera alvöruleysi í umfjöllun stjórnmálamanna og umfjöllun fréttamiðla á Vesturlöndum? Fólk orðið ónæmara fyrir þessu. Það náttúrulega búið að vera svolítið í gangin í næstu 2 ár og þetta svo rosalegt ofbeldi en það því miður búið að normalisera svolítið ofbeldi og það var margir svo talað það að fyrstu mánuðina þegar maður var að horfa upp á börn sem að bara drepast í beinni skiluru á Instagram að þá einhvern veginn maður bara, þetta hryllingur að segja þetta en maður bara vanur því að sjá limlest börn draga síðasta andan eða klemd í einhverjum rústum. Þetta bara orðið normalisering á alveg skelfilega, hryllilega ofbeldi. En Helen, ég raunverulega ekki að vísa til þess, heldur ég frekar að vísa til svona hvernig stjórnmálamenn tala þetta því að þar virðist þeir bara hafa aldrei virðist hafa verið snertir af því að þarna séu börn að deyja. Heldur það frekar þannig að umræðan virðist snúast það að fólki sem að deyja á Gaza eigi það einhver leyti skilið að það geti sjálfur sér kennt? Já, ég get ekki endilega séð þá orðræðu hjá þessu yfir þessum leiðtogum okkar. Ég myndi frekar segja, já, það skeytingaleysi og það er nátengt pólitík og það er nátengt rasisma. Það að segja, ég er ekki að segja að leiðtogar séu einhverjir rasistar endilega, en það er bara þannig að það eru margir sem að horfa á palestínumenn sem bara tengi ekki og það er ákveðin svona þetta er reyndar ekkert allir múslima þeir sem vita til það er líka kristnir menn og þetta er mjög fjölbreytt samfélag en mér finnst vera að þetta er orðin þetta er alltaf svona meðal stríð ég manst eftir þegar við vorum með stríði á Balkanskaganum að eftir ákveðin tíma þá er þetta svo normaliserað að fólk hættir að tala þetta. Þetta hættir að vera headlines, þó að ástand í rauninni hafi versnað miklu meira. Vegna þess að, en þar komum við líka inn á hlutverk fjölmiðlana í þessu. Fjölmiðlarnir eru náttúrulega ekki endilega alltaf að skila sínu hlutverki varðandi, og ég finn þetta sérstaklega mikið í Bretlandi. Það sem að BBC gerir sér heila far úr því að fjalla þetta. Og það kannski þetta alvarlegasta í þessu þessi þöggun. Þú sér bara hvernig komið fram við mótmælendur víða í Evrópu, bara í Þýskalandi sérstaklega, líka í Bretlandi og Hollandi. Þú veist, víða í Evrópu, hvernig komið fram við þá sem að mótmæla þjóðarmorði og eru beittir rosalegu ofbeldi. Þannig að það eitthvað svona, og þess vegna segi ég, maður lifir bara í einhverju svona dystopíu, þú veist, að því að manni finnst. Að því það búið snúa all á haus og maður reynir einhvern veginn svolítið að átta sig á því hvað það sem kemur í veg fyrir að leiðtogar Evrópu geti sameinast það að setja viðskiptaþvinganir á Ísrael sem stendur í miðju þjóðarmorði og ég get ekkert séð annað en að þetta séu viðskiptatengsl, þetta sé sérstaklega í kringum fólk bara dauðhrætt það að Bandaríkin dragi sig úr NATO. Fólk dauðhrætt tollastríðið, þetta bara Bandaríkin hafa þetta bara greinilega, þeir bara ráða og það þorir enginn í Bandaríkin. Þannig að það finnst mér held ég svolítið stór hluti. Hitt síðan bara þessi innbyggði rasismi, þetta bara eitthvað fólk sem við tengjum ekki við, þetta bara eitthvað brúnt fólk niður frá. Það líka eitthvað og svo hitt fólk bara normaliserað og svo það þessi skrýtna, bara ég ætla bara að tala það kannski, ég seti þetta í samhengi að þetta á ekki við á Íslandi, samt RÚV alveg
skringilega sensitíft sko. Það alltaf verið að vitna í Ísraels eins og bara Ísrael mun rannsaka eða eitthvað svona, þú veist, maður skilur ekki alveg það ekki eins og síonistar hafi einhver yfirtök í RÚV. Þannig ég skil ekki alveg af hverju RÚV hefur verið svona svakalega oft bara orðin sem eru notuð eru alveg mjög svona bara, maður bara skilur ekki alveg hvað incentive þar, vegna þess í Bretlandi get ég alveg sagt þér það og þetta talað þetta núna opinskátt. Það vita það allir að það þöggun sem á sér stað í gangi hjá BBC út af því að stjórnvöld í rauninni búin að vera að bara gefa Bretunum stjórnvöld í Bretlandi hafa staðið rosalega með Ísrael. Og þannig að BBC náttúrulega svona eins og bara málspípa þeirra en aðrar media outlets í Bretlandi þar eru ítök síonista alveg gríðaleg og bara minna á það að Jeremy Corbyn var ég meina hann var reyndar ekki vísa út verkefnaflokknum út af því en þú veist hann var tekinn algjörlega fyrir ásamt mörgum öðrum prófessorum og aktivistum sem hafa hreinlega bara séð sko sem bara mannorðið þeirra hefur verið drepið bara vinnan tekinn aðeins vegna þess að þú veist síonistarnir eru svo rosalega kraftmiklir sem bara eru í mídja í Bretlandi og ég þekki þetta bara ekki sjálf en ég bara þekki þetta gegnum manninn. Þú veist að leið og þetta reyndar að breytast rosalega mikið, það eru fleiri og fleira gagnrýna, þannig að þú veist það að breytast semmingin, en ég meina í byrjun eftir 7. október, ef þú gagnrýndir Ísrael í Bretlandi, það fékkstu af þér holskeflu og þú fékkst bara síonista liðið yfir því, þú veist það var bara þannig. En þetta aðeins að breytast, það að opnast, held ég, Starmer náttúrulega einn óvinsalasti, hann einn óvinsalasti fóstursaðari sem Bretar hafa haft, þetta nú ekki farið betur hjá honum en svo. Og ég held að verða alveg eins og hjá honum eins og hjá demókrötum í Bandaríkjunum að hluta því af hverju hann mun algjörlega floppa hvernig hann hefur hagað sér í þessu stríði eða í þessum átökum fyrir ekki, þetta náttúrulega ekki stríð, þetta bara þjóðamorð. Herðum, Helen, takk fyrir að taka síman í Sómalíu og gangiði vel í þínu verkum þar en ég fæ að slá á þráðin til þín aftur og tala við öryggismál og ástandið í Gaza og víðar í heiminum. Fljótlega. Takk hjá. Takk fyrir það og bara ég bið að heilsa heim. Takk fyrir. Skilum því. Herðu, og þetta eru þá lokin á Rauða borðinu núna í kvöld. Ég þakka Maríu Lilju fyrir viðtalið sem hún tók og fyrir að segja fréttir með mér og Sigurjóni Magnúsi. Við þökkum Boga Reynisinni sem var núna á tökkunum og tók upp og sendi út kærlega fyrir. En ykkur þökkum við mest sem hafi verið að hlusta og horfa því að við byggt upp samstöðuna bara með því að segja vinum á vandaminu frá efni sem ykkur líkar hér og þá finnur fólk okkur á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðvarpsveitum. Í útvarpinu 89,1 á FM á Stórhöfuðborgarsvæðinu, það má líka sækja þar útvarpssendingar á spilaran, spilarin.is á netinu og svo spilar líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á samstöðuna og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem í heiminum. Svo erum við komin í sjónvarpið til þeirra sem að fá sjónvarpið sitt frá símanum, fjarskiptafyrirtækinu. Þar eru númer 5 á fjarstýringunni, kannski eftir menn önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðinni sem 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan ársins hring, samfélagsumræða við Rauða borðið og í öðrum þáttum samstöðunar. Það sem að drífur samstöðuna áfram og sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem að gerst áskrifendur. Það eiginlega vélinn okkar. Það fólk sem að leggur eitthvað til í hverju mánuði. Grunnáskriftin 2750 og ef að þú vilt slást í þann hóp og greiða 2750 til samstöðunar til þess að hún geti vaxið og dafnað, til dæmis þróað áfram þessa fréttatíma sem verið að leika okkur að núna í sumar, að þá hveti ég til þess að fara inn á samstöðun.is og skráði sem áskrifanda. Þú mátt borga meira en grunnáskriftin þú vilt og því sem er kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið, en það er einmitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. En þetta gott í bili núna. Hér á eftir taka við endursýningar á góðu efni sem við eigum hér í heilu farmana á samstöðinni, þannig að það mjög ólíklegt að þú hefði séð það efni sem við erum að fara að sýna núna og svo mætum við aftur hérna í beina útsendingu klukkan 7 annað kvöld. Við ætlum að vera klukkan 7 þegar að fótboltinn rúllar á RÚV, að þá byrjum við dagskrána hér klukkan 7 á fréttum. En takk fyrir í bili, sjáumst á morgun. Bókvistun býður upp á alhliða bókhaldsþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Við byggjum á reynslu, faglegum og traustum vinnubrögðum.
Bókvistun, alhliða bókhaldsþjónusta, Bæjarhrauni 2, Hafnarfirði. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Fortíðin var aldrei, hún aðeins er. Einkasýning Larissu Sansúr hjá Listasafni Reykjanesbæjar, opið alla daga nema mánudaga til og með 17. ágúst, Listasafn Reykjanesbæjar. Húnavellir, fullkominn staður fyrir fjölskylduna. Ertu á leið norður? Húnavellir er fullkominn staður fyrir fjölskylduna. Tjaldsvæði með rafmagni, gistiheimili, sundlaug og heitur pottur, líkamsrækt, leiksvæði fyrir börn, sparkvöllur, veiði í Svínavatni, rafmagn sjólalega, morgunverðarhlaðborð, kvöldverðarhlaðborð fyrir hóp og húsbílar eru velkomnir. Hópatilboð í boði fyrir ættarmót, stóramæli, fjölskyldu og vinafögnuði. Allar upplýsingar á hunavellir.is og í síma 861 23 19. hunavellir.is